Anna segist hafa verið orðin hrædd við eigið barn, eigið öryggi og ekki síst öryggi hinna barnanna á heimilinu. Þau hafi varla þorað að fara að sofa af ótta við bróður sinn. Hvenær byrjaði hann að sýna á sér ofbeldishegðun, til dæmis bara gagnvart þér og fjölskyldunni? Sko, ég var svona síðasta manneskjan sem hann hætti að bera virðingu fyrir að því leytinu til. En hann hefur alla tíð meitt systkini sín. Og já, bara alla nema mig. En það þarna sumarið eftir 7. bekk sem hann fer að beita mig ofbeldi. Bæði hérna heima og eitt atvikið þegar hann sem sagt í Vénakoti að þá ég með hann í Kringlunni og þá verður bara alveg ömurleg uppákoma sem enda bara með lögreglu sem þarf að handjárna hann. Upplifir þið eina? Já. Svo ef ég hefði ekki barnaverndarstarfsmanninn sem hefur sýnt okkur mest og sálfræðingi minn, þá veit ég ekkert hvort að ég væri hérna í dag. Þeir hafa margsinnis bara farið út fyrir sitt verksvið, eða starfsvið, til að vera til staðar þegar enginn annar sem getur gripið okkur. Og þið finnst foreldrar almennt þurfa að berjast? Allan daginn, já, þau þurfa að berjast og bara leggja sig alla fram við að berjast fyrir hverju einasta sem þau fá ekki neitt upp í hendurnar og að þetta skuli vera 2022 vegna þess að ég veit að þetta var svona fyrir 30 árum. Þetta á ekki að vera svona. Af hverju verið að grípa svona seint inn í og hvaða afleiðingar getur það haft í för með sér að grípa of seint inn í? Menn að við sjáum alltaf bara skýrt afleiðingarnar. Afleiðingarnar eru bæði hræðilegar fyrir oft þessa einstaklinga, þú veist, og þá sem eru í kringum þá og náttúrulega gríðarlegur kostnaður fyrir samfélagið.